Hefur farið af stað eins og stormsveipur í vor og unnið alla leiki sína í bestu deild kvenna sem nýliðar. Þær höfðu deildaskipti við Tindastól í vetur en Tindastóll féll í lengjudeildina og hefur þar tapað báðum leikjum sínum. Það var því ekkert sérstakt reiðarslag að IBVF kæmist yfir. Þær höfðu þegar átt skot í slána þegar Alison Clark skoraði fyrsta markið eftir 5 mínútna leik. Laglegt skot hjá Clark og staðan 1-0. IBVF hafði undirtökin upp frá þessu og eftir 20 mínútur bættu þær við marki. Thea Lundmark sló boltan frá marki Tindastóls en hitti beint á Þóru Björgu Stefánsdóttur sem skoraði og staðan 2-0. Þegar rúmlega hálftími var liðinn bætti IBVF svo þriðja markinu við. Simone Torst gáði ekki að sér og Milena Patrú hylti boltan af henni og skoraði þriðja markið örugglega. IBVF var ekki hætt í fyrri hálfleik og 5 mínútum fyrir leikhlé bætti Þóra Björg öðru marki sínu við. Alison Clark gerði vel í að finna Þóru Björgu og 4-0 stóð í leikhléinu fyrir norðan. Það tók IBVF svo 10 mínútur í seinni hálfleik að bæta 5. markinu við. Tanja Harðardóttir fékk boltan og sendi fyrir en Thea sló boltan og þaðan fór hann í eigið net og staðan orðin 5-0 fyrir IBVF. Eftir þetta róaðist leikurinn talsvert í strekkingsvindinum fyrir norðan. 5-0 fór og IBVF heldur sigurgöngu sinni áfram en Tindastóll hefur lokið keppni í bikarnum í ár. Bara ánægður